Góðan daginn og velkomin á þessa fjárfesta uppgjörskynningu af fyrsta ársfjórðungi Síldarvinnslunnar hf. fyrir árið 2023. Ég ætla að renna mig bara beint í þetta og fara yfir helstu tölur eins og áður. Helsta á starfseminni á fjórðungnum. Við byrjum árið í kolmunaveiði með uppsjávarflotann og það gekk vel að veiða kolmuna í janúar í færeyskum sjó. Síðan tók við mjög góð loðnuvertíð þar sem veiðar og vinnsla gengur mjög vel. Auðvitað eins og flestir vita þá var gríðarlega mikil rússíbanareiði í þessari loðnuráðgjöfinni. Mikil aukning kom mjög seint af vertíðinni og fyrir vikið og það var mikið framleitt af loðnu og afurðum. Þetta er fyrsti fjórðungurinn sem að Vísir hf. Er hluti af samstæðu Síldarvinnslunnar og þá erum við að sjá aukið vægi bolfisks í okkar reikningum. Og veiðar og vinnsla á bolfiski gengur vel á tímabilinu. Og ég held að með heilt yfir segja að sölur á flestum okkar afurðum hafi gengið vel og það var mikið framleitt af fjórðungnum og mikið að gera. En að sama skapi sést það líka þegar vertíðarmunur er skoðar að það er mikil birgðasöfnun og það er svona eðli okkar rekstrar í stórum vertíðum í loðnu að eiga mikið að birgðum í lok fjórðungsins. Ef við rennum í lykiltölur fjórðungsins að þá voru rekstrartekjur samstæðar $131,5 milljónir í stæði fyrir 100,6 í fyrra á sama tímabili fyrra. Og eins og ég sagði áðan að þá er Vísir í fyrsta skipti hluti af samstæðunni, í fyrsti fjórðungurinn. Af þessum tekjum er Vísir með í kringum $27,4 milljónir. EBITDA tímabilsins er $39,6 milljónir í staðinn fyrir $32,5 milljónir árið áður. EBITDA hlutfallið 30,1% á móti 32,3%. Hagnaður tímabilsins $29,5 milljónir á móti 27,5%. Við veiddum tæplega 90.000 tonn í staðinn fyrir 80.000 tonn árið áður. Við framleiddum tæp 50.000 tonn af afurðum eða 1.000 tonnum minna en á sama tímabili fyrra. Samsetning þeirra er aðeins önnur, meira af bolfiskafurðum, minna af mjöl og lýsi. Efnahagurinn er sterkur, við erum með 1.108 milljónir í heildareignum. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar 54,9%. Og handbært fé í lok tímabils $88,2 milljónir en var 74,5 í lok síðasta árs. Nettó vaxtaverðandi skuldir 2,09 í stað 0,45 á sama tímabila fyrir árið síðan. Þetta helgast auðvitað af því að við erum búin að fjárfesta, annars vegar keyptum við hlutabréf í fiskeldi af Arctic Fish og hins vegar kaup okkar á Vísir. Þannig að við höfum verið í stórum fjárfestingum. Meðalgengi tímabilsins á dollar var 141,9. Á fyrsta ársfjórðungi 2022 var það 128. Ef við skoðum aðeins uppsjávaraflann hjá okkur, þá voru uppsjávarskipið með 79.100 tonn. Gerðum út 4 skip á loðnunni í staðinn fyrir 3 á síðan sama tímabili í fyrra. Og við veiddum einhver 20.000 tonna kolmuna í ár og 58.000 tonna loðnu. Uppsjávarvinnslan hjá fiskimjölsverksmiðjurnar á Seyðisfirði og Neskaupstað tóku samtals á móti einhvern 114.000 tonnum. Á móti 135.000 tonnum á sama tímabili í 2022 eða það er 20.000 tonna samdráttur í móttöku verksmiðjanna og það helgast auðvitað af minni loðnukvóta en auðvitað kom kolmunaveiði upp á móti í janúarmánuði. Uppsjávarfrystingin tók á móti 17.300 tonnum í staðinn fyrir 11.200. Það voru framleitt 5.500 tonna loðnur og hognum í stað tæplega 1.600 tonna árið áður. Ef við skoðum framleiðslu afurða þá er samdráttur þar einhver 6.000 tonn og vegur þar náttúrulega eins og áður sagði, fyrst og fremst er það samdráttur í mjöl- og lýsisvinnslu. Við erum að sjá uppsjávarafurðir upp 5.000 tonn og við erum að sjá fóðurframleiðsluna aðeins niður hjá Laxá. Bolfiskaflinn, bolfiskskipin í samstæðunni veiddu 10.800 tonn fyrirgefið
Nú þarna sjáum við ljósbláa kubb í súlunni, 4400 tonn, tæplega 4500 sem eru línuskipin. Og Vísir kemur inn í samstæðuna með 5500 tonna veiði, Vísirskipin á þessu tímabili af þessum 10.800. Þannig að aukningin frá árinu í 2022 er langstærstum hluta vegna veiði Vísirskipana. Og það má sjá líka eftir veiði eftir tegundum að það er náttúrulega aukning í þorski og ýsu og sem helgast auðvitað því að við erum að fá inn öfluga veiði frá Vísirskipunum í þeim tegundum. Nú, ef við skoðum aðeins bolfiskheimildirnar eins og þær stóðu í lok tímabils, þá vorum við úthlutuð 15.400 tonn af þorski, eigum eftir 4.500 tonn, 7.200 tonn tæpa af ýsu, eigum eftir 2.200 tonn, ufsi 5.000 tonn, þar eigum við eftir 4.200 tonn, ufsaveiðin hefur ekki gengið samkvæmt áætlun, það hefur erfitt að ná ufsanum. Gullkarfinn 1700 tonn eigum eftir 870 tonn, grálúðan, þar erum við svona hefur gengið ágætlega að veiða núna frá því að við gerum á fjórðungi 2 en áttum eftir 900 tonna grálu. Nú þessi mynd, ég ætla ekki að fara yfir henni í smáatriðum, þið sjáu það inn í kynningunni eða við flettið henni að hérna er bara veiðin eftir bolfiskskipunum, raðað niður á skipin. Sjáu að hún er jöfn á milli línuskipana og Gull verður með aðeins minni veiði en hins skipin. Það helgast auðvitað því að hann var úti í massaraflinu í rannsóknum, tók þátt í massarafli með Hafrannsóknastofnun. Nú bolfiskvinnslunar áttu góðan fjórðung á Seyðisfirði voru 625 tonn unnin, uppistaðan þorskur, frystihúsið í Grindavík er með 4.200 tonn tæp og í saltfiskunum voru einhver 2.500 tonn. Nú uppistaðan af aflanum í bolfiskunum í Grindavík eru þorskur eða tæp 1900 tonn og ýsa. Síðan erum við að vinna í saltið, erum við með einhver 1300 tonn tæp af þorski og síðan erum við þarna líka fyrirferðarmikið keila og langa. Nú framleiðsla afurða í bolfiski nemur 6.000 tonnum og það er auðvitað, við erum að skoða aukninguna þar er náttúrulega fyrst og fremst út af tilkomu Vísis og við erum með framleiðslu upp á 2200 tonn tæp í salti og 930 í sjófrystu á blæng og 3000 tonn í bolfiski. Nú ef við rennum í gegnum reksturinn aðeins, þá námu rekstrartekjur 131 milljón dollara. Rekstrargjöld voru 91,9 milljón dollara, þannig var EBITDA tímabilsins 39,5 á móti 32,4 árið áður, sama fjórðung 2022. 7 milljón króna breyting, 7 milljón dollara í aukningu þar. Nú afskriftir samstæðan var 4,9 milljón dollara, þannig er rekstrarhagnaður 34,6 milljón dollara. Nú fjármunatekjur og fjármagnsgjöld eru jákvæðum 398.000 dollara, áhrifarekstur hlutdeildarfélaga 1428.000 dollara. Hagnaður fyrir skatta nemur þannig 36.400 dollarum og reiknaður tekjuskattur 6,9 milljón dollara. Hagnaður tímabilsins nemur þannig 29,5 milljónum dollara í staðinn fyrir 27,4 árið áður eða 2 milljónir í aukningu. Nú ef við skoðum hagnaðarbrúnna þá erum við með hagnaði fyrsta fjórðung 27,5 milljónir dollara tæpar á fyrsta fjórðungi 2022. EBITDA eykst tæplega 7,1 milljón dollara. Afskriftir aukast 1,9 milljón dollara tæpa. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld, þar er sveiflu upp á 2,9 milljón dollara. Gengismunur er jákvæður inn í reikningin upp á 1,8 milljón dollara samanborið við sama tímabili fyrra. Nú verðbréf aflögð neikvæður 2,8 milljón dollara. Hlutdeildarfélög 182.000 dollara og tekjuskattur, þar er sveiflu upp á 545.000 dollara. Þannig er hagnaður tímabilsins 29,5 milljónir dollara. Nú starfsþáttar yfirlitið útgerðin hjá okkur er með 59,7 milljón dollara í tekjur, kostnað upp á 19,7 milljónir, tæpar afskriftir 2,8. Landvinnslan með 120 milljónir, 20,1 milljón dollara í tekjur og 21 og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 21,7.
og reiknaði afskriftir 1,9 milljón dollara og annað sem þá Fóðurverksmiðjan Laxá, skrifstofustjórnunarkostnað, sölufélag erlendis í eigu Vísis eru með tekjur upp á 10,1 milljón dollara og neikvæðan rekstur þar upp á 1,8 milljón dollara og afskriftir upp á 123.000 dollara. Nú þannig rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 39,5 milljónir, afskriftir 4,9, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru jákvæðan fyrir 198.000 dollara, áhrifarekstur hlutdeildarfélaga upp á 1.428.000 dollara og reiknaður tekjuskattur 6,9 milljónir dollara, þannig hagnaður tímabilsins 29,5 milljónir dollara. Nú EBITDA-brúin, við vorum með EBITDA upp á 32,5 milljónir dollara tæpar í lok fyrsta fjórðungs 2022, eða fyrir fyrsta fjórðung 2022. Nú aukning á útgerð upp á 4,7 milljónir dollara og landvinnslu upp á 3,2. Annað niður 811.000 dollara, þannig EBITDA 2023 39,5 milljónir dollara. Nú, fiskveiðiheimildir samstæðunnar eru bókfærðar á 495,5 milljónir dollara. Rekstrarfjármunir 241 milljón dollara tæp. Fjárfestingar eru 136,7 milljónir dollara, þannig eru fastafjármunir í samstæðunni upp á 873 milljónir dollara. Nú, veltufjármunir, þar erum við að sjá 233,9 milljónir dollara sem tæplega 49 milljónir dollara aukning frá áramótum fyrirgefið. Og það auðvitað helgast að fjárbindingu í birgðum að stórum hluta vegna loðnuvertíðar, aukning í viðskiptakröfum og svona vega þyngst í þessu. Veltufjármunir samtals nema þannig 235,4 milljónir dollara, þannig eru eignir samstæðanna samtals upp á 1.108,5 milljónir dollara. Nú eigið fé upp á 608,9 milljónir dollara. Langtímaskuldbindingar eru upp á 292,3 milljónir dollara. Skammtímaskuldir 207,2 milljónir dollara. Skuldir samtals eru þannig 499,6 milljónir dollara og eigið fé skuldir 1.108 milljónir dollara og hækka 48,7 milljónir dollara frá áramótum. Nú sjóðstreymið tímabilsins handbært upphæð á 77,2 milljónir dollara, veltufé frá rekstri nemur 24,9 milljónir dollara. Rekstrartengdar eignir og skuldir taka til sín 855.000 dollara og varanlegir rekstrarfjármunir 1,1 milljón dollara og fastafjármunir í smíðum 5,3 milljónir dollara. Fjármálareikningar og gengisbreytingar taka til sín 6,5 milljónir dollara, þannig handbært fé í lok tímabils 88,2 milljónir dollara. Nú, ég hef við höfum frá því að félagið var skráð á markað, þetta svarar þeim óskum fjárfesta og markaðarins umhverfisins að birta afkomuspá. Auðvitað hafa margir þá skoðun þegar kemur að sjávarútvegi að sveiflur séu miklar og margt sem getur margar breytur sem að geta velt miklu, en við teljum okkur samt og þess vegna höfum við kosið að gefa út þessar EBITDA spá áætlaða á ákveðnu bili og við viljum gjarnan halda þeirri reglu og eins og þetta lítur út í okkar bókum núna þá erum við að reikna með EBITDA á árinu 2023 á bilinu 107-17 milljónir dollara. Auðvitað eru inn í þessu margar breytur eins og við erum að reikna með mjöl- og lýsismörkuðum áfram sterkum. Við erum að reikna auðvitað með einhverju styrkingu á krónunni en ekki á íslensku krónunni en ekki umfram 10% á seinni hluta ársins. Við gerum áfram ráð fyrir sambærilegum orkukostnaði sem hefur verið hár. Við erum að gefa okkur það að loðnuvörhögnar byrji seljist á næstu 2 árum, að þessi vertíð verði ekki seld
á einu ári. Það er ljóst að framleiðendur þurfa að búa sig undir það að eiga hrogn í einhvern tíma. Það er líka mikil verðmæti í loðnuhrognum en það tekur tíma að losa þau. Nú auðvitað er alltaf þessir óvissu þættir með fiskistofna og göngumynstur þeirra og markaðsaðstæður. Við teljum markaðsaðstæður hafa mörgu leyti spilast ágætlega fyrir okkar afurðir síðustu misseri og erum að veðja á þessu að vera áfram. Nú loðnuhrognum eru auðvitað að breyta sem að við erum með inni en við teljum okkur líka að vera búin að gera ráð fyrir töluvert mikil lækkun þar inni í okkar birgðum. Nú við erum ekki að reikna með loðnukvóta, við erum ekki að reikna með loðnuveiði í desembermánuði eins og fyrir 2 árum og aðeins á þessu ári, síðast ári. Nú auðvitað erum við líka að reikna með því að ástandið í Austurhöfu verður ekki haldið bara svipað áfram, en auðvitað það er mikil óvissa í kringum blessa stríðið og þetta ömurlega stríð og við vonum að það gerist ekkert óvænt í því. Það hefur verið að ganga ágætlega með sölu þangað inn á síðustu misserum og hækkanir og aðföngum verið svona innan marka. Þannig að ef að þetta gengur eftir þá verðum við að reikna með því að við eigum að geta verið að sjá EBITDA í samstæðinu upp að 107 til 17 milljónir dollara. Nú, ég hef reynt aðeins yfir markaðina, fyrir svona yfir það með auðvitað sýning í Barcelona, nýja af staðinn, stór sjávarútvegssýning þar sem að sölumenn og voru önnum kafni við að hitta kaupendur alls staðar á heiminum og taka svona stöðuna bæði fyrir það sem við eigum höfum verið að framleiða og eins líka bara með væntingar inn í komandi vertíðar eins og makríl og síld. Og við höfum verið að selja makrílbirgðir í vetur frá síðustu makrílvertíð og það hefur bara gengið vel á síðustu misserum. Og við erum að sjá fram á að það verði engar birgðir á milli vertíða og menn eru svona almennt gott hljóð fyrir komandi vertíð. Í Úkraína sem hefur verið að taka dálítið af makríl á síðustu misserum, auðvitað minna frá síðasta árin áður. En þar erum við að sjá meir auki jafnvægi og þráttur í stríðið þá hefur til loðnuframleiðslan farið að stórum leyti inn á Úkraínu og gengið bara ótrúlega vel. Búið að skipa þangað inn uppistöðu af loðnuframleiðslu síðustu vertíðar og selja. Nú síld, það er eftirspurn okkur helstu mörkuðum í Austur-Evrópu og ágætis hljóð í kaupendum og sala hefur gengið vel og það verða engar birgðir þegar ný vertíð hefst. Það er svona allar okkar birgðir eru í sölupípum þar. Eins og ég sagði, loðna á Austur-Evrópu er selt og verðin voru bara ótrúlega stöðug og gengið vel að fá greitt. Nú Japansloðnan, hrygnan sem var hengt dýrast í flokkunum, þar er að stærstu hluta seldur með undirskrifuðum sölusamningum auðvitað í afhendingarferli og stærstu hluti af mixi sem er vara nr. 2 á Asíu sem er að stærstu hluti selt líka. Þannig að við lítum svo að Asíumarkaðir séu bara þokkalega sterkir og góðir. Auðvitað hefur verið lækkun þá að verð svo fór hæst en á sama tíma hefur verið góð eftirspurn en það var töluvert mikið fryst inn á Asíumarkaði af loðnu á síðustu vertíð. Nú, loðnuhrogninn, það er alveg ljóst að þar erum við að sigla, er bara kaupendamarkaður. Það var framleitt gríðarlega mikið magn á þessari vertíð og framleitt einhver tvöföld ársnotkun og tekur tíma eins og ég sagði að vinna sig út úr því. Nú, einhverjir framleiðendur eru búin að spila út, manni finnst mjög lágum verðum sem hafa tekið verð á markaðnum töluvert niður og það er það verð sem að markaðurinn er að miða við í dag og þannig að verðin er í rauninni komin í 1/3 af því sem við varum síðast ári. Út af því útspili og vonandi verður það til þess að gangi betur að losa birgðir en það er ljóst að verðmætin framleitt magn endurspeglar ekki verðmætaaukningu á loðnuhrognum út á þar sem að verð eru bara 1/3 af því sem þau að vera að selja á fyrir árið síðan. En við treystum því og reiknum með því að kaupendur kaupi minna magn í einu þetta verður að dreifast svona meira út árið sala á loðnuhrognum. Hér áður fyrir var oft verið að selja mikið magn eftir vertíð og kaupendur voru að byrgja sig upp. En núna kannski má segja að það hafi breyst í það að menn er að nota framleiðendur sem láta þá halda birgðum og kaupa bara jafnóðum. Nú, mjöl- og lýsismarkaðir eru sterkir og þeir voru sterkir á tímabilinu og ég myndi segja að þetta ár byrji vel. Það var auðvitað vissulega mikil framleiðsla á loðnu og kolmunaveiði var mikil og
ég held að sé, með ég segja heilt yfir að sé gott útlit fyrir markaði þar næstu mánuði og en framboð af mjöli og lýsi svona, allavega framboð af mjöli heldur meira að það skortur á lýsi. Og það alveg ljóst að lýsisverð að sigla í eru bara mjög há og út af þessum skorti þá verið að tala um verð á lýsi sem eru kannski einhverju 4.500 til 700 dollarar sem var í upphafi síðast árs 2200, þannig það mjög há verð á lýsi, það aðeins þrýstingur á mjöli. En þegar við erum að horfa á þetta há verð í mjöli og lýsi, þá alveg ljóst að mjöl og lýsi farið að keppa síld og makríl við ódýrustu markaðina, manneldismarkaðina. Þannig það verður svona spennandi að sjá hvernig næstu vikur verða, hvernig menn munu spila úr sinni framleiðslu á makríl og síld. Nú síðan þetta að kveikna spárum það, eða komna spárum það að áhrif á El Niño veðurbrigði í Suður-Ameríku sem kemur með kveikna með haustinu, sem veldur miklum hita á sjó að suður frá sem hefur valdið aflabresti á ansjósi og uppsjávartegundum þar. Og við erum að tala auðvitað stærstu mjöl- og lýsisframleiðendur í heimi í Suður-Ameríku, þannig að það hefur alltaf þýtt mikinn skort á mjöl og lýsi. Þannig að ef það gengur eftir á haustmánuðum eins og menn að spá og með aflabresti þá alveg ljóst að það má reikna með miklum hækkunum á mjöli og lýsi í kjölfarið á slíku. Það miklum skorti. Nú bolfiskur í lok síðasta árs hægði á eftirspurn og sölu sjófrystra afurða og aðallega inn á Bretland á þorskvísu og verð lækkuðu þar enda höfðu hækkað mikið áður. Nú á sama tíma að sjá kannski sjófrystar afurðinni inn á Asju eins og graflóð og karfa vera að taka aðeins við sér og eftirspurn og verð að lagast. Nú ferskar afurðir verð þar hafa haldist nokkuð stöðu og halda þó ekki kannski við hráefnisverðið sem hefur verið að hækka og eftirspurnin hefur kannski verið aðeins rólegri en áður og spila þannig að þetta erfiðar aðstæður bara í ástandi í Frakklandi og Belgíu, verkföll og annað sem hafa verið að geysa þar. Nú við erum að reikna með því að verð hækki yfir sumarið en auðvitað sama tíma framboð að dragast saman, minni veiði og menn fann þetta býða til nýju fiskveiðiári. Nú saltfiskmarkaðir, við erum að sjá bara gott útlit á saltfiskmörkuðum og okkar fólk þar frekar bjartsýn með að það muni jafnvel styrkjast á næstu misserum og inn í sumarið og haustið og birgðasöfnun þar hefur verið minni en oft áður. Nú mér finnst mikilvægt aðeins að henda upp þessari mynd. Hún sýnir enn og aftur þessa blessuðu loðnu hvernig hún alltaf að leika sér að okkur sem erum að reyna að vinna með henni eða semst að nýta hana og plana og bæði framleiðslueiningar og skipuleggja veiðar og vinnslu á loðnu sem náttúrulega mjög erfitt þegar sveiflur eru miklar. Nú auðvitað vorum við með upphafskvóta fyrir þessa vertíð frá unglónumælingum árið áður sem lofaði góðu. Og það var 400.000 tonn á byrjunarkvóti, svo var hann allt í 4. október skorinn niður 181.000 tonn. Og síðan í febrúar hann aukinn 57.000 tonn. Og síðan upp á 20. febrúar þá finna menn mikið magn af loðnu fyrir Vestfjörðum og gefa út 184.000 tonn. Og í upphafi gáfu menn það út með þeim hætti að það ætti að veiða stóran hluta því fyrir vestanland, fyrir vestan í Húnaflóanum helst. Og menn töldu því hafa forsendur til þess að skikka menn í veiðar og góðum hluta þar. Þetta myndi ekki ganga hefðbundna leið sem vestanganga. Síðan komust menn að því að það verður kannski eitthvað vanmat í því þegar menn fóru að skoða þetta betur að loðnan gekk vestur og skilaði þessi sem vestanganga inn á Breiðafjörð seint á vertíðinni. En það var ekki annað mass sem við vissum endanlega hvernig við myndum veiða þennan kvóta. Og þannig að þetta að koma inn í síðasta hluta vertíðarinnar. Þannig að það vont að fá svona kvótan, þetta mikinn svona seint. Og ef það hefði verið meiri fyrirsjáanleiki, þá alveg ljóst að við hefðum spilað mun betur úr þessari vertíð verðmætalega sér. Við hefðum brætt og framleitt meira magn af mjöl og lýsi í janúar, þar sem að fitaði mun meiri í fisknum. Við hefðum sennilega fryst meira inn á Austur-Evrópu
og það hefði enginn geymt svona mikið magn til að framleiða hrogn, þannig að þessi óframleiðsla á hrognum sem hefur valdið verð hrunni og svona stíflu í markaðnum, hún hefði verið mun vægari, þannig að heilt yfir að þá hefðu við verið að sjá annað jafnvægi á hlutunum og meiri verðmæti út úr þessari vertíð. En þetta auðvitað bara það umhverfi sem við búum við og við auðvitað mætum því eins og það hverju sinni og ég held að enn og aftur hafa auðvitað bara fjárfestingar í skipum og framleiðslueiningum í landi sýnt það að við getum brugðist ótrúlega sterkt við snöggum sveiflum og það var það sem þurfti til þess að þessi lónukvóti kláraðist farsællega. Og en auðvitað voru veðurskilyrði og það var bara mikið vagnar lónu, veiðar og allt spilaði með líka sem að þarf auðvitað að vera með ásamt góðu fólki í kringum fyrirtæki og góðu öflugu starfsfólki á flestum vígstöðum. Nú ef við skoðum aðeins svona hvað framundan að þá byrjum við kolmunar eftir páska og við erum búin að veiða einhver 55.000 tonn þar og eigum eftir 80.000 tonna kvóta sem við stefnum að veiða á næstu misserum. Þetta stóra vertíðin framundan, makrílvertíðin, sem við stefnum að byrja að skoða upp á miðju júní og við erum með svipaðar heimildir þar á síðasta ári í heildina og við erum auðvitað í vinnu við samþættingu á bolfisksviði samstæðuna með tilkomu vísis inn í samstæðuna og það auðvitað eitthvað verkefni sem tekur bara ákveðinn tíma að samþætta, kynnast, að fyrirtækin kynnist og við förum yfir svona reksturinn þar og hvernig við gerum þetta, hvernig við náum að samþætta hlutina bæði á útgerðar- og vinnslusviði. En heilt yfir náttúrulega samt mjög gott útlit með alla okkar bolfiskstofna. Við sjáum að Hafrannsóknastofnun nýlega búin að birta niðurstöður og leiðangrum vetrarins sem benda einfaldlega til að okkar helstu bolfiskstofnar séu að styrkjast töluvert og séu sterkir. Og ég held að við getum kannski undirstrikað það með veiðinni til dæmis á vísisskipunum sem eru náttúrulega búin að veiða, línuskipin eru búin að þar til mikil og góð gagnagrunnur veiði og afla á krók og okkur sýnir samkvæmt þeim tölum að þá eru skipin búin að veiða í vetur svona 40–50% meiri afla per krók heldur en meðaltal síðustu 9 ára. Þannig að það endurspeglar og styrkir okkur í þeirri trú að það sé gott ástand í hafinu og þessi stofnar séu sterkir. Þannig að nú bara að bíða spennt eftir ráðgjöf Hafró sem kemur fljótlega eftir sjómandag og við bindum mikla vonir við, sérstaklega ís og þorski. Nú annað stórt verkefni sem við erum að vinna í og við tilkynntum 29. mars síðastliðnum að við erum yfir að við kaupa helmingshlut í sölufélaginu Icefish Seafood sem í eigu Samherja og Icefish Seafood í dag sér stærstan hluta af afurðasölu síldarinnar og við höfum fengið til okkar ráðgjafar Arion banka til þess að vera okkar megin að meta ráðgjafar og að meta þessi viðskipti með okkur. Ég held að þarna sé mikið tækifæri bæði fyrir síldarinsluna og þá ekki síður Icefish og aðra eigendur þess að sameina krafta í öflugu félagi og auðvitað það mikil þekking og reynsla inn í félaginu og löng viðskiptasaga og sambönd sem ég held að sé sterkt að komast að og styrkja enn frekar með aukningu á hlutafé og sækja fram. En við erum í gangi með þessar viðræður, ég vona bara að það ljúki á næstu vikum. Og annars svona vil ég bara segja við ykkur sem sáðu ykkur hægt að mæta í þetta streymi og hlusta og þakka ykkur bara fyrir áhugann að mæta og nú í lokin ef það einhverjar spurningar að þá getið þið sendt þær á fjárfestir@sva5.is. Einhverjar spurningar komnar eða? Engar spurningar, þannig ég þakka ykkur kærlega allar spurningarna sem ekki komu og þakka bara fyrir mig og vona að þið séu einhvers vísar yfir reksturinn hjá okkur fyrsta fjórðung sem ég tel að sé til þessum að skila góðu búi. Þetta hafi gengið vel en þetta gengur ekkert vel nema með góðu fólki og ég held að það endurspegli enn og aftur að íslenskur sjávarútvegur og ekki síst síldarvinnslan og vísir
hafa einfallega yfir mjög góðu fólki erum með mjög gott fólk í vinnu sem að gerir okkur kleift að búa til þau verðmæti sem við erum að gera. Takk fyrir mig.